Þetta er verkefni 1 í Excel á blaðsíðu F3, 01 útreikningur. Ég ætla að byrja á að vista skjalið undir heitinu 01 útreikningur. Þá fer ég í File og Save As og ég ætla að vista þetta á bara á skjáborðinu hjá mér og ég er búin að búa til möppu sem að heitir Excel og þetta er bók 1 eða bók 2 og ég skrifa 01 útreikningur. Og þá er heitið komið hér uppi. Síðan ætla ég að gefa síðunni heiti, þá tvísmelli ég hér á síðuflippan og skrifa reikniaðgerðir og ýta á Enter. Og ef ég vil lita síðuflippan, þá ýti ég á hægri músahnapp og Tab Color og vel eitthvað lit, alveg sama hvaða lit, kemur svona aðeins og það sést betur ef það eru fleiri síður í skjalinu. Síðan ætla ég að fara í Page Layout og Page Setup og þetta er bara lóðrétt snið, Portrait 100%. Hérna í Margins ætla ég að miðja lárétt og lóðrétt á síðuna. Ég breyti vilt ekkert spáss í honum. Síðan fer ég í Header and Footer og hér skrifa ég áfangaheiti og síðan kemur nafnið ykkar og skóli og OK og það kemur hér. Í Custom Footer þá setjum ég sjálfvirkt heiti skjals, þá smelli ég hér á Insert File Name, hérna nafn og hér ætla ég að setja heiti síðunar og það er þessi hér, nafnur og smelli ég hér og það kemur sjálfvirkt heiti skjals og sjálfvirkt heiti síðunar hér. 01 útreikningur og reikniaðgerðir. Hérna í Sheet er oft ágætt að haka við grillans því að þá koma hnitalínur í útprentun á skjalinu og ég segi OK. Síðan skrifiði sjálf texta og tölur samkvæmt fyrirmynd í kennslubókinni og ég er búin að skrifa það hérna inn og afrita hérna inn á og þá lítur þetta svona út. Ég ætla að hækka aðeins fyrirsagnarlínuna, þá fer ég hér á milli, dreg hérna aðeins niður, ég ætla að stækka aðeins sýnina á skjáin, sjáu þetta betur. Ég fer sem sagt hér á milli þegar ég dreg niður og síðan stendur hækkið fyrirsagnarlínur og brekkið dálka eins og þarf. Ef ég smelli hér, þá sé ég að textin flæðir yfir í B-dálkinn, af því það er engin texti hér, en hérna til dæmis göngutjöld, þá klippist af textanum. Því að dálkurinn hann er 8,43 stafir á breidd, þannig að ég þarf að fara hér á milli og brekka til að textin sjáist. Síðan brekka ég bara þessa dálka á eftir þegar ég er búin að leggja saman og setja 1000 punkta. Ég ætla að fjölmiðja, hérna smelli í A1 og bendillin er feitur kross. Ég fer með hann yfir í E-dálkinn og fer á Home-flippa og Merge and Center. Þá sameina ég hólfin hérna í dálkana í línu 1 og fyrirsögnin er komin hingað. Ef ég smelli hér, þá miðja ég lárétt og lóðrétt á línuna. Ég ætla að stækka letrið í 14 punkta og feitletra. Færi mér bara hnappinn hér og þá er þetta komið svona. Og ég ætla að hækka aðeins línuna hér og örlítið hér. Allur texti kemur vinstra megin í hólfið en allar tölur hægra megin. Nú ætla ég að feitletra fyrirsagnirnar hérna yfir hólfunum og hægri stillaðar. Þannig að þær standist á við tölurnar. Og ef ég vil setja línur hér undir, þá get ég gert það hérna í bottom border og hérna get ég farið og sett thick outside border. Ég sé ekki línuna fyrir ég fer út úr hólfinu. Síðan ætla ég að setja formúlur í hólf
og til að leggja saman tölur þá smelli ég í hólfið þar sem að niðurstöðutalan á að koma og ég fer hér upp á AutoSum, smelli hér einu sinni og það sem að kemur hér að þetta summan af tölunum sem eru í hólfunum B3 til D3 og ég ýti á Enter og þá kemur hér niðurstöðutalan. Ég skrifa hana ekki og ég nota ekki plús þegar ég legg saman, heldur nota ég summufallið. Til að afrita formúluna niður þá fer ég hér á hornið og bendillinn mjór kross og ég dreg niður. Síðan ætla ég að fara hingað og leggja þessar tölur saman og þá get ég smellt hér. Ef ég tvísmelli fæ ég niðurstöðutöluna strax en annars sé ég formúluna og þetta summan af tölunum í B3 til B5 og ég afrita formúluna hér til hægri og þá kemur þetta svona. Nú vil ég hafa 1000 punkta á tölunum og setja tölurnar hér í blokk, fer í number, hakka hérna við number og use 1000 að separator, þá aðskilur hún tölurnar með 1000 punktum. Og ég get breikka dálkana örlítið, þetta svolítið knappt hérna, get ég smellt hér, sjáu hvernig bendillinn og ég dreg hér á milli til að breikka þá örlítið. Þessi lína hér sýnir hvað skjal sem sagt síðan stór, það að segja ef ég fer hér út fyrir þá fer ég á aðra síðu en þetta passar alveg hér. Þá ætla ég að setja þetta svæði hér í blokk og setja línu undir og feitletra niðurstöðutöluna hér. Og ég ætla að vista aftur, þá næ ég mér að smetla hérna á Save og ef ég ætla að skoða í prentskoðun, þá fer ég hérna í File og Print og þetta kemur svona út, áfangi, nafn og skóli, heiti skjals og reikniaðgerðir, heiti síðunar og ég ekki búin að skrifa meira á síðuna, ég sýni ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið dragið frá margfaldið og deilið. Þannig að nú miðjast það sem komið á síðuna sem breytist svo þegar við erum búin með að skrifa meira inn á skjalið.